gjörðu svo vel. Já, formaður, góðu félagar, aðri áheyrendur, ég vil þakka formanni nefndarinnar fyrir greinargóða framsögu og fagna því að nú sé stefnt að frekar óbreyttri tölu þingmanna. Ég held að það sé mjög raunsætt mat miðað við tillögur hjá okkur í valdþáttanefndinni. Þá vil ég líka fagna því að formaður þykist sjá til lands með einhverja æskilega málamiðlun og aðeins nefna örfá atriði sem ég vona að verði með í þeirri málamiðlun. Það er að segja að tengsl þingmanna við kjósendur séu mikil og helst aukin og þá ekki bara út frá ýmsum hugsjónum heldur líka landsvæðum. Tengsl við landsvæði eru mikilvægt atriði. Þá vil ég hvetja nefndina til þess að stefna ekki endilega algjöru millimetra jafnræði eins og Danir kalla það, sko. Það má vera einhver tæknilegt misvægi upp að einhverjum stuðli held ég. Í stað þess að sé sífellt verið að sko laga stærð kjördæma að fjölda kjósenda eða íbúa. Þá vil ég hvetja nefndina til þess að hafa kjördæmin ekki of stór. Þannig að það verði fleiri en 2 flokkar, þannig að kannski að minnst 3 þingmenn verði í hverju kjördæmi. Ef að það má kalla þetta kjördæmi þessa blönduðu leið sem að Pavel var að lýsa. Og loks vil ég árétta það sjónarmið að þó ég sé fylgjandi svona auknu persónukjöri, að þá vil ég hvetja nefndina til þess að gangi ekki svo langt í breytingum að hér verði flokkskerfi útrýmt. Ég er ekkert endilega voðalega hrifinn af núverandi flokkskerfi, en ég held að þurfi að stjórna landi með flokkum, stjórnmálaflokkum, þannig að ábyrgð verði komið fram, þannig að kjósendur geti refsað flokkum sem standa sig illa og vellaunað flokka sem standa sig vel. Það er miklu erfiðara í mjög miklu persónukjöri. Takk.